Góðan daginn. Í síðustu 2 þáttum kynnti samstarfsmaður minn Pavel þennan fræsaborð. Hvaða kosti það hefur, hvað það getur gert og hvað hægt að gera á því, að það oft miklu betra en að vinna bara með handfræsju. Og nú það mitt að sýna ykkur hvernig á að setja handfræsjuna í fræsaborðið. Fyrir þetta verkefni valdi ég eina af bestu og samt algengilegu fræsjuna sem eru, sérstaklega gerðar til að vera innbyggðar í fræsaborð. Jæja, förum í það. Auðvitað hægt að setja hvaða handfræsju sem í þetta borð. Og það vegna þess að notum við svona alhliða, festiplata. Festiplatan fest við fræsaborðið með 4 skrúfum með innfelldum haus og metrískri skrúfgangi. Eftir að hafa skrúfað alla skrúfurnar laust, losnar svona festiplata undan borðinu. Þetta massíft stafplata með þykkt, næstum 3 millimetrar. Næsta skref að taka í sundur plastundirlagið á grunnplötunni efri fræsarana, sem fest aftur, með 4 skrúfum, með innfelldum haus og 2 krossrifi. Plastvarnarundirlagið, sem hefur verið tekið í sundur notum við nú í raun sem sniðmát til að bora kurl, í þessa festiplötu. Þessi fræsi nokkuð sérstakur vegna þess að hann kemur frá Ástralíu, svo það vissulega mikilvægt að geyma. Alla 4 skrúfurnar sem hafa annan þráð en venjulegur metrískur hér hjá okkur. Þú gæti þurft að snúa grunninn aðeins. Það fer líka auðvitað eftir þér í hvaða stöðu þú vilt hafa efri fræsin undir fræsaborðinu. Svo að einstaka stjórntæki þessa fræsa séu sem best algengileg fyrir þig. Þegar þú hefur ákveðið stöðu fræsins, gagnvart festiplötunni legðu plastvarnarplötuna á og merktu með miðpinna. Þar sem festiskrúfurnar verða. Þú getur einnig fært götur plastvarnarplötunni yfir á festiplötuna með því að teikna þau upp. Ég nota helst silfur eða hvítan merkipenna sem sést vel á svörtu stáli. Að hitta miðjuna á minni fingnum þó aðeins auðveldara. Festiskrúfurnar hafa í okkar tilfelli 6 mm þvermál. Við borum kött með að minnstakosti 6 mm þvermál, helst stærra. Ef okkur tekst ekki að bora köttin, alveg nákvæmlega, þá gott að hafa smá svigrúm. Að lokum gerum við slíka dýpt í öllum 4 köttum, svo að festiskrúfurnar passi vel og höfuðið standi ekki út. Nú kemur að því að setja festiplötuna á grunninn á efri fræsarana. Við munum ekki lengur nota upprunalega plastplötuna og setjum beint málplötuna í staðinn. Við miðjum þetta þannig að það passi við upprunalegu köttin og notum, eins og ég sagði áður, upprunalegu skrúfurnar sem munum. Passa fullkomlega í þráðinn í grunnplötu efri fræsarans. Nú ertu að horfa á snelduna sem stjórnar lyftingu fræsarans með handfangi. Til að vita hvar handfangi sjálft mun fara í gegnum grunnplötuna. Þá það rauð og við verðum einnig að saga, samsvarandi rauð, í stafplötuna sem við setjum saman. Fljótlegri, þó ekki eins glæsileg aðferð, að skera, drífa með hornslípir okkur. Nú ekkert sem hindrar okkur í að setja handfangi á sinn stað. Þegar handfanginu snúið, hreyfist lyftimekanismi efri fræsarans. Við höfum fest samsetningarplötuna á efri fræsaran, svo við getum fest fræsaran við borðið. Það að það sé nú á hvolfi ekki vegna sjálfrar samsetningarinnar, því þá myndum við ekki geta hert skrúfurnar frá hinni hliðinni, heldur til að prófa. Í hvaða stöðu? Við munum festa fræsaran við borðið. Það mikilvægt vegna stjórnhandfangsins, svo það lendi ekki fyrir slysni þar sem við höfum reglustykkur eða stoppara, því í hvert skipti sem við viljum. Nota handfangi til að stilla hæð fræsarans. Þá þyrftum við kannski að taka niður stopparana. Og það viljum við alls ekki. Við mælum þvermál handfangsins. Það nákvæmlega 11 millimetrar. Þannig að við þurfum bora, sem aðeins stærri. Ég á tilviljunarkennt 11,2, þannig að hann verður alveg fullkominn. En þið getið örugglega borað með 12 millimetra líka. Við þurfum ekki einu sinni að forbóla, því við erum að bora í ál, sem mjúkt, þannig að það mun ganga vel. Og hér lokaspretturinn. Við skulum setja efri fræsaran í borðið.
tappuðu og ræstinu. Geturðu klárað. Fallega með rafmagnsskrúfjárn. Og ef við mældum rétt og borum nákvæmlega, þá ætti handfangið að passa fallega þar. Bingo! Þú tekur örugglega eftir því að það gengur aðeins erfiðar upp á við. Og ég skal segja þér af hverju. Það vegna þess að hér, í þessum súlu þrýstifjöður. Beint á fræsaranum einnig skrifað að ef við viljum nota hana í fræsiborðinu, þá gott að taka þessa fjöður út. Gerðu það samt varlega því hún virkilega vel, fyrirspennt og skýst út eins og púki úr boxi. Svo, þegar þú notar fræsaran, í fræsiborðinu betra að taka þessa fjöður út og það verður mun auðveldara að stjórna henni upp á við. Hver snúningur á handfanginu 360 gráður þýðir hækkun 1 millimetra. Skalinn á þessu hjóli skipt í 10 hluta, sem þýðir að þú getur hækkað eða lækkað fræsaran með nákvæmni upp á 0,1 úr millimetra. Fræsiborðið hefur eigin tengjanlegan innstungur, þannig að það nóg að tengja snúruna frá efri fræsaran í eina þeirra og þá hægt að kveikja á fræsaran með aðalöryggisrófanum. Við komumst ekki hjá því að stjórna með öryggisrófanum beint á efri fræsaran ef við viljum nota læsingu á snældunni, þannig að við verðum að slökkva á rófanum. Með því virkjast þessi öryggisskjöldu og við getum lyft fræsaran alveg upp sem læsir snældunni og klemmurnar koma fallega upp yfir yfirborðið, svo við getum auðveldlega losa þær með annarri hendi. Eða skrúfa hana alveg út. Skipta henni út. Fyrir minni, þar var það 12 millimetra, þetta 8 millimetra. Við herðum létt með hendi og restina herðum við aftur aðeins, með annarri hendi. Aðeins þegar fræsarinn aftur settur í örugga stöðu, hægt að opna öryggisskjöld rófans og kveikja á honum. Frábært, verkefni lokið. Nú fræsiborðið fullbúið fyrir vinnu þína og það verður að segja að þessi efri fræsari alveg eins og gerðu fyrir það, svo ég mæli með honum og óska þér mikils árangurs í handverki eða iðnaði.